Advania býður ykkur upp á tæknihornið. Þá erum við komin hingað niður í Advania búðina á Eyrinu og við ætlum að tala ýmislegt. Þetta tæknihornið. Tæknihornið okkar, já. Við ætlum svona aðeins að kannski að fara yfir hugmyndir fyrir jólin. Ef ykkur eru í vandræðum. Það eru allir í vandræðum fyrir jólin. Það var svona hvað okkur snýr, mikið þessi spjald, tölvuvæðing og bara snerti skjáir yfir höfuð. Fólk komið með þetta í símana og það er náttúrulega mikið til að spjald tölvum. Allar tegundur og nú er náttúrulega borðtölvur fannar að koma rosalega mikið með þessa lausn líka. Við erum með fína hérna borðvél eins og þessi hérna, 80 tommu borðvél sem þú getur síðan, þegar þú ert búin að vera að vinna á henni, þá getur þú tekið hana síðan bara og farið með hann í sófann, sest niður og unnið áfram þar. Hún er rosalega stór samt. Já, þetta er náttúrulega kannski stór spjaldtölva. Já, það væri samt mjög svalt ef þetta væri sími líka. Setja kort í þetta líka, já, það er spurning. Hopsa handtak. Það er spurning hvort það sé að næsta í þessu, sko, að fá stóra síma. En síðan, þetta er komið í flestar svona tegundur af borðtölvum líka, þannig að þú getur að nota puttana miklu meira heldur en þú gerir áður. Til að hérna... Verður þetta ekkert skítugt ef maður er alltaf að krabba þessu? Jú, það er náttúrulega margir sem vilja ekki hafa putta fyrir þessu, það er bara gott að hafa þá glút einhvers staðar nálægan til að hérna þrífa og þurrka. En það er voðalega misjafnt hvernig það fer í fólk. Já, eins og ég, tölvur eru tegundir af spjaldtölvum, það er til frá litlu 7 tommum og upp í 10 tommur og með fullu stýrikerfi eins og við erum Windows 8. Þetta er í rauninni bara nánast fartölva í spjaldtölvuformi. Og síðan erum við með, svona til að aðeins að auka úrvalið fyrir jólin, hafa svona meira gaman, þá erum við komið með ýmis leikföng hérna. Við erum komið með svona peru sem þú getur sett upp í hérna, bara í venjulegt perustæði heima þar og þú getur haft diskostillingu sem blikkar þá bara eins og þú setja á diskotekki. Bara eftir stemmingunni? Ef þú ert með partí heima þar. Þú getur líka valið bara hvaða lit sem þú vilt, þú veist, rauðan eða bláan eða... Við viljum rómantíska stemmingu. Já, rómantíska stemmingu. Já, þetta er náttúrulega pínu rómó. Síðan þú getur látið hennar vekja þig hægt og rólega, svona eins og... Sólarupprás. Það er sniðugt. Þú getur stilt hann inn á símaðinn sem sagt, þannig að þegar síminn hringir þá blikkar hún. Ef þú ert með hann á silent eða eitthvað svoleiðis. Alveg endalausir möguleikar, ég miljónir litar sem þú getur stilt á og rosalega svona skemmtileg tilbreyting, svona. Leika sér aðeins með þetta. Þannig að það er orðið raunhæfur möguleiki að gefa ljósaperu í jólagjöf. Já, í rauninni. Eins skjála þetta hljómar mér þetta frábært en já. Ég fikk ljósaperu? Já, hvað finnst í jólagjöf? Ég fikk ljósaperu. En hún er rosalega skemmtileg. Þessu stjórnar bara úr snjallsíma. Þetta er rauninni þú ætti að hafa snjallsíma eða spjaldtölvu eða eitthvað svolítið til að geta... Eitthvað Bluetooth. Já, eitthvað Bluetooth til að geta stjórnað þessu. Ýmsir hátalarar og heyrnartól, það er náttúrulega Vibro, þetta hafa verið rosalega vinsælir hjá okkur. Þetta er snillt. Já, enda er búið að vera rosalega vinsælt. Hátalarar sem eru sem sagt svona þráðlausir. Já, og enn og aftur Bluetooth tengt. Þannig að þetta er svona, já, getur farið með þetta hvert sem er, nota flötinn sem þú setur á til að búa til hljóðið. Og mikið til að flottum heyrnartólum. Þetta er orðið pínu tískuara. Pínu, það er allir með þetta bara hálsinn, ekki að hlusta neitt, bara að geða svalir með háls. Já, þetta er svona pínuglingur. Og síðan svona fyrir okkur nördana í þessu bransa allavega. Það er mér svo gaman að leika mér, sko. Hérna erum við komin með svona fjarstýrða þyrlu sem er með innbyggðri vídeóvél. Þú getur sem sagt tekið upp það sem þú ert að, þegar hún er að fljúga. Getur þú tekið okkur upp núna til dæmis? Já. Þú getur flogið henni. Ég er með flugmann hérna í vinnu. Já, mér reyndan flugmann. Eigum við að prófa það? Já, prófum hana. Þurfum við ekki að eiga svona N4? Jú. Þetta er náttúrulega, getur við notað sem tökuvél. Eitthvað sem skýst og tekur myndir úr lofti fyrir ykkur. En það er smá kunnáttu til að fljúga þessu. Já, hann er ekki með neitt brjálæslega kunnáttu þessu frá henni. Þetta kemur allt saman, sko. Þetta er sem sagt bara myndavél? Já, í rauninni, fljúgandi myndavél, sko. Þetta er, þannig séu, náttúrulega leikfang í leiðinni, sko. Það er búið gaman að fljúga og skoða eitthvað. Er það ekki bara? Jú, mikið skemmtilegum hugmyndum, það er bara að skoða sér vel og kynna sér hlutina. Advania býður ykkur upp á tæknihornið. Það ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum hérna sem við tökum upp í örkinni á Snóa í innbænum á Akureyri og við ætlum að halda áfram að tala um bækur. Við elskum bækur
Við viljum tala núna barna- og unglingabækur sko, það náttúrulega PISA-könnuninni. Já. Við viljum að börnin fara að lesa meira að Svo eitthvað illa lags. Lesa meira af íslenskum bókum. Já, og þá skiptir nú líka máli að það séu skemmtilegar. Það verður að vera skemmtilegar. Það er 1, 2, 3, já. Er ekki bara ofsalega oft svolítið leiðilegt lesefni í búði? Sko, mér finnst þetta ekki nóg. Finnst þetta svolítið svona eins og fyrir unglingana kannski, þetta þurfa alltaf að vera galdra krakka eða eitthvað dularfullt, má ekki vera eitthvað, þú veist, hver eru hérna hinn 4 fræknu og skiljið sem við lásum. Já, Enid Blyton, hvað er Enid Blyton í dag? Já, akkurat. Og þau náttúrulega vilja ekki lesa gamla bækur, eins og Öddubækurnar og svona, því það er svona málfarið eða svona... Það er mjög þungt. Já, það er svona, finnst það gamaldags og gefast upp, sko, en það þarf svolítið að huga þessu. Það þarf endur þýða Astrid Lindgren og Enid Blyton. Já, í alveg, sko, því að þetta er smá lolli. Já. Það er smá lolli og OMG. Já. Þetta eru hérna allt nýja bækur eftir íslenska nema kannski ein hérna eftir breskan. Já, akkurat, gamanleikara. Þetta er alltaf fram, þú eru búin að ræða þessu hérna. Já, við erum búin að ræða hana og þetta er líka bók sem þau geta að lesa sjálf. Ég er nú svolítið inn á því að þau lesa svolítið sjálf líka, ekki alltaf að lesa fyrir þau eða svona bæði. Taka sér bók og lesa líka sjálf aðeins. En það skiptir líka þá máli, sko, fyrirmyndirnar. Ég finn það allavega heima, ef ég sest og fer að lesa, þá er líklega að börnin fara að lesa líka, en ef ég sest að horfa á sjónvarpið, þá ná þau í iPadinn. Þetta skiptir það máli. Þetta er bók sem allir eru hrifnir af, sko. Hún er ekki jafn brjáluð og fyrir bókin? Nei, við erum allan hrifin. Nei, þess að hún er aðeins rólega. Er enginn að reykja í þessari bók? Nei, en þau eru líka komin upp í sveit. Enginn að reykja, enginn að rífa bækur. Nei, náttúrulega. Já, þau eru farin í heimsókn. Já, þessi er náttúrulega skemmtilegt. Þetta er náttúrulega mammenar Fíusólar. Ætli það hangi ekki alltaf á henni að Kristín Helga sé mammenar Fíusólar. Mér finnst bækurnar frá henni alltaf skemmtilegar. Ég myndi segja að þessi væri svona fyrir 6 ára eldri. Og náttúrulega 8+ getur lesið þetta sjálf. Ekki spurning. Kúriki í Arizona, er það strákabók? Er þetta strákabók? Nei. Er til stráka og stelpubækur? Þetta er til stráka og stelpur. Já, það er til stráka og stelpubækur. En þetta er náttúrulega kannski heillar meira stráka heldur en stelpurnar sem að fóru yfir í Fíusól, en þær eru undir stóra, þú veist, skiljið, Fíusól var kannski meira fyrir stelpur. Móir hrekkjusvín er kannski meira fyrir stráka, en það er ekki þar með að þau séu hrekkjusvín. Nei, og svo náttúrulega fullt af stelpur að lesa. Við vorum búin að ræða þessi hérna líka. Eftir David Valence, gamanleikara úr hérna Little Britain. Já, Amma Glæpon. Amma Glæpon, þessi er skemmtilega. Ég heyrði allavega úr 4. bekk að þessi er gríðarlega vinsæl og krakkarnir ánægðir með að lesa Amma Glæpon. Finnst hún alveg brjálæðislega fyndin. Já. Fínt litur í henni og hérna, já. Mikill húmor þessari bók. Já, mér finnst það frábær. Skemmti mér vel að lesa hana. Þannig að þetta er eitthvað bók sem að hvað, upp í 16 ára? Já, 9 ára og upp. Allavega, já. Meni, ég les hana. Það er líka svo gaman að lesa fyrir börnin eitthvað sem er skemmtilegt að lesa. Já, ég les hann bara fyrir mig, sko, þannig að... Já. En svo er það Órar. Já. Þú kláraðir hann ekki? Nei, ég kláraði ekki. Ég fór að lesa aðrar. En þetta er svona alveg ekta úlingabók. Já, þetta er líka kannski mótsvar við einhverju, skilur, er það ekki? Þú varst að byrja á henni. Þetta er nú bara... Já, þetta er samt bara svona típist svona, þríleikja. Úlinga, ástar, drama, en þetta er samt skemmtilega spurningar eins og þarna. Það er búið að sjúkdómsvæða sem sagt ástin er sjúkdómur sem þarf að bólusetja fyrir, en það má ekki gera það fyrir 18 ára aldur. Og svo eru til utangarðsfólk sem hefur stungið af til fjalla til þess að komast hjá bólusetningunni. En eru vampírur? Nei, enga vampírur. Úlingabók án vampíra. Já, það er bara frábært. Ég held að það er þurft. Það er ekkert allir fyrir vampírunar. Það er samt svolítið skemmtilegt þegar að vera að flokka ástina með þessum sjúkdómum þegar að vera að tala hversu sjúklegum getur orðið og hreinlega hættuleg og kannski já. Það getur alltaf orðið svolítið lasa. Mjög, og heimskur ég vil. Í verstu tilfellum. Svo 3. bókin hérna eftir Hollywood-leikaran Gunnar Helgason. Já, sáu þið traileri með honum, drengur? Hann var bara eitthvað. Já. En ég er alveg vissum að þessa bækur hafa ítt undir lestur. Já. Ekki spurning. Það var Víti í Vestmannaeyjum, það var Aukaspyrna á Akureyri. Aukaspyrna á Akureyri og núna Rangstæðir í Reykjavík. Við áttum von á innkasti á Egilsstöðum,
Það ekkert mót þar. Þetta örugglega reykvætt mót. Þetta ekki komin á reykvætt. En við erum alltaf að tala að hann náttúrulega bara goð í augunum á þessum yngri krökkum. Ég hef verið á kynningu þar sem hann hefur verið í skóla og þau eru bara eitthvað, nei, þú veist, dóttir mín kom heim með sko risastóra eiginhandaáritun á hendin bara Gunnar Helgason bara lifandi góðsögn eftir þess að... Já, þetta bara virka frábælega. Já, hann náttúrulega nær líka rosalega vel til krakkana bæði í bókunum og svo gerir hann náttúrulega í Já, náttúrulega í framkomu líka. Hann næri að, sko, það skiptir líka svo miklu máli að þú veist, hann kemur og hann selur þetta fyrir allan peningin, sko, og grípur þau með í, og svo þetta líka bara skrifað næstu eins og þetta sagt. Veist, það ekkert... Þetta bara orðrétt af nótunum. Og það bara þegar það bara inn í klefa. Já. Og ég bara, þú veist, þegar maður að lesa, maður er auðvelt að leika þetta og ég hef lesið þetta fyrir börnum mín, þau hafa hlegið alveg bara. Ég held að það hefur verið að fara að gera þætti. Upp á þessu? Já, fyrstu bókinu En það einhver stelpa, það eitthvað pínu svona skotin í eitthvað í þessu sem að þykir brjálæðislega fyndið líka í fyrsta skipti. Já. En bókin hennar Sirri hérna? Já, mér finnst hún æðisleg. Já, hún átti fyrir yngstu börnin, litlu börnin, já. Og hérna er hún svolítið að kenna okkur afkvæmi dýra, hvað þau heita? Já, og hvað foreldrarnir heita í dýraríkinu. Urtan og kópurinn. Já, prissan og, já. Þannig að smá kennsla þessu, þetta fyrir tröttastrákinn sem gæti ekki svona. Já, mamma og pappi þau hrjóta svo svakalega mikið og það sefur enginn í sveitinni, þess að ekki ungviði í sveitinni bara næri ekki að sofna. Það nötrar allt og skelfur. Það nötrar allt, já. Og það fylgir hljóðdiskur. Þannig að bæði þetta lesa fyrir þau og hægt að láta þetta rúli eins og á kvöldin. Það líka sniðugt. Og það svo Kristján Franklin sem les upp. Af því líka þau lesa oft sömu bókin. Já, aftur, já. Og að lokum, undarlegar uppfinningar, breka og dreka. Já, þessi er fyrir svona 30 ára plús og ég skemmti mig bara stórkostlega yfir henni. Það er mikið líf á blaðsíðunum, bara ofsalega mikla myndir og þeir eru bara hrikalega sniðir. Þeir eru að redda sér. Breki og dreki? Já, alls konar reddingar. Hvað er það að gera? Þeir eru bara að fara nýja leiðir. Nýja leiðir í að koma sér á fætur, taka þetta vonda pitsunni og finna upp bara tæki sem, þú veist, notuð í þetta. Pollavélinn, það eru allir pollar farnir á götunum. En það var búið til polla sem allir geti leikið sér og hoppa í pollum. Þannig að þetta er mjög skemmtileg bók. 14 undarlegar uppfinningar meðal annars pollavél og hárafjölgari. Ég verður að segja það því við erum nú búin að tala vísindabókina hans Villa, en ég var að sjá að hann var að fá einhver verðlaun núna og búin að gera... Það er búið að vera mjög fyndið nefnilega Facebook-stríð milli Gunnar Helga og Villa. Ég fekk 4,5 stjörnu og svona pósta á milli. Já, en Villi var í fyrsta sæti í barnabókum þar sem bóksalar voru að velja. Já. Þar var Villi í fyrsta sæti. Og þar var Mánasteinn, var það ekki í fyrsta sæti yfir skáldsögur? Jú, Mánasteinn í fyrsta, já. Gaman að sjá þetta. En Villi verður hjá okkur morgun. Já. Klukkan 2. Eymundsson Akureyri. Já. Og held að sé bara að það var ekki eitthvað að ferðast fjörðin líka. Hann ætlar á Dalvík líka. Klukkan 12 held ég. Þess vegna tölum við Dalvísku. Já. Núna. Akkurat. Og endum svona uppi. Prófa þú þetta. Er það Dalvíska? Já, drengur. Og Ólafsvíska. En þá farið svona að tala. Já, ég vinur nú þurfa að fara að hætta þessu öllu saman. Kett. Það kasta bara boltanum yfir á auglýsingar. Já, það bara. Takk fyrir komuna, Guðrún.